Þú sagðir ekki óhugsandi að hér gæti orðið landlæg þöggun að enginn þyrfti að tjá sig lengur og þú sagði líka að fólk ætti ekki að halda að slíkt gæti ekki gerst hérna. Útskýrðu þetta betur? Ég skal bara útskýra það að Günter Grass, þessi 84 ára Nóbelsverðlaunahafi, hann var einmitt að tala um þetta núna þegar hann var að tala um ástandi þegar 25% atvinnuleysi á Spáni, 21% atvinnuleysi í Grikklandi, að þegar fólk óttast afkomu sína, að þá tjáir það sig síður. Þetta er staðreynd. Að manneskja sem óttast það hvort þú ber kvíðboða fyrir því, hvort hún fái starf, hún fer ekki að tala opinskátt eitthvað kerfi sem hugsanlega þeim sem að ráðan í starfið hugnanlegt en þessari mannesku ekki. Hættan þegar það kemur svona kreppu ástand, þetta var rót nasismans og fasismans í Evrópu á 3. og 4. áratug síðustu aldar og það getur aftur hent. Við sáum hrun hér fyrir 4 árum og við eigum að hætta að loka augunum fyrir því að brautin sé bein og breið og við getum lagt ábyrgð á lífi okkar í hendur annarra. Við verðum að axla þá ábyrgð sjálf. Við getum ekki sagt að þessir menn sem á sínum tíma réðu bankakerfinu eða höfðu forystu í stjórnmálalífi á Íslandi að við höfum falið þeim ákveðna ábyrgð. Við berum ábyrgð líka. Og oft erfitt að axla þessa ábyrgð vegna þess að almenningur ekki upplýstur. Og hann svolítið forheimskaður á köflum vegna þess að það haldið að honum efni eins og var oft fyrir hrun haft að orði. Farið þið bara og grillið þið og fáið ykkur rauðvín og við getum jafnvel reynt að selja rauðvinnið í krónun eða bónus. En við skulum sjá stjórnmálin, við skulum sjá framtíðina. En framtíðin hún okkar allra og við berum öll ábyrgð sem einstaklingar og sem foreldrar. Og sem börn foreldra. Þú vitnaðir áðan